Það er næstilegur að dagskrá Ásatún spennistöð, umsókn og lóð og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er þriðji liður í fundargerð skipulagsráðs frá 24. apríl 2019. Þar er tekið fyrir erindi Lilju Philipsdóttur frá 27. mars, þar sem lögði fram tillaga fyrir hönd Norðurorku að breytingu á deiluskipulagi Naustahverfis vegna færslu spennistöðvar frá Miðhúsabraut að Ásatúni. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 40. og 1. grein skipulagslaga. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að leggjast gegn því að þetta fari í auglýsingu, en ég ætla að benda á að þarna vantar pínu upp á svona hugsun til framtíðar varðandi stígamál, vegna þess að þarna er eins og þetta er staðsett á þessari tillögu, þar að segja breytingin, að þá svona kemur þetta í veg fyrir að það verði lagður þarna sérstakur hjólreiðastígur. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið til framtíðar. Það er verið að vinna stefnu skipulagsstíga í bænum og hún er ekki komin fram, en samt verða að varast að gera svona mistök sem að loka fyrir einhverja möguleika. En ég ætla bara að segja, ég reikna með því að það komi inn einhverja athugasemdir vegna þessa frá fólki sem er sérstaklega umhugað svona hjólreiðasamgöngur. Þannig að en ég vildi bara benda á þetta, en auðvitað er ég ekki að leggjast gegn þetta verði auglýst. En svona bara hvatning líka að passa þessi mál svolítið og horfa svolítið fram í tíman í skipulagi. Takk. Það hefur Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.